Velkomin í þennan þátt stúdentafrétta í umsjón nemenda í blaða fréttamennsku. Í þættinum munum við fjalla græna daga sem gangi í háskólanum núna og fjalla umhverfismál frá ýmsum hliðum. Þátturinn það bil 1,5 tími þar sem við fáum til okkar gesti í myndver og milli þess kynnum við okkur til dæmis sjálfbært snakk, heyrum í fólki og skoðum hvernig best að lifa af í óbyggðum. Einnig heyrum við í hljómsveitinni Amabadama og hvernig þau tvinna umhverfisáhuga sinn inn í tónlist sína. En grænir dagar eru haldnir af félagi meistarnema í umhverfis- og auðlindafræði en það nám fer fram á ensku og þar mikið af erlendum nemendum og það þess vegna sem að fyrstu gestur okkar hér og viðtalið mynd fara fram á ensku því hér eru komin til okkar forsvarskonur Gaia. Það Hayley og Romina. Welcome to the show. Thank you. Thank you. So Hayley, I want to ask you, can you tell us what the Green Days are all about? Well, Green Days is made by Gaia, which is for the ENR students, and it's every year for the last 10 years that for a few days we just get together with a bunch of lecturers to talk about environmental issues and challenges that are happening in Iceland and internationally and what we can do about it. And every year has a different theme. Last year was it changing worlds, changing lives. The year before that was oceans, so it can be very different. And this year was sustainable living, and so we just had a bunch of lectures talking about what we can do in our personal lives to help environmental challenges, like through just recycling or cleaning up in the local wetland, and how we can eat more sustainably and stuff like that. Anything to add, Romina? Yeah. And we also had some focus on food waste, for example. Fashion waste was something which was very prominent in the program, and just a lot of bunch of very interesting topics. Yeah. And the one thing is that it can often be very negative when you're talking about climate change and the effect it's having on the earth. And so this year in particular we just wanted to have a really positive vibe, to bring people up, to show them that they can do things and it'll make a difference instead of just making everyone sad by showing how bad it's gotten. Yeah. So, do you think that's been the case? It's been positive, and do you think it's been received by the students like that, or how has it been received at all? I think we've been received. I think it's been good. We started with a movie night for a movie called Demain, or Tomorrow in English, and it was a really positive movie, and I think the people who came really enjoyed it, and we got a lot of positive feedback from it. And there were actually more people showing up than we expected. So for the opening night it was I think it was a great opening actually, and people were both the topic of the movie was try to pursue have an optimistic, positive attitude towards the changing world, and also the event was received very And I think that followed through into the following days, because when you start with that level of optimism it'll just carry on, and I think it did, because we've had a lot of good turnouts. So, Romina, I want to ask you, how do you think Icelanders in general are doing with these sustainable living practices? Well, I guess it of course depends on what you're looking at, but there are some fields where I think Icelanders are doing pretty well, or have been doing much better, especially over the course of the last years. For example, when it comes to recycling, there has been a lot done also here on campus in Howie. There are all these different bins where people can recycle and sort paper from plastic and compost even, and I think this has been there has been done a lot in this context, but also food waste is something that has been gotten a lot of attention recently also from the media, and there are a lot of campaigns focusing on how to combat food waste, and so these are definitely issues where Iceland is doing pretty good, I think. But I mean, there's so many aspects of environmental sustainability. So, is there anything you think they are lacking? They should be doing better.
well, certainly, but I don't know, for me or for us, I think as foreigners, there are some, I mean, Iceland is a country of, when it comes to water, for example, Icelanders have a very different approach to it, I think, than many people from outside the country, from Europe and America. And when I moved here 3 years ago, I was like always shocked when people were just letting the water run like all the time without caring, because we have the water, so why? And I think it's a very different attitude maybe towards some things, which I am noticing. But also this, there have been a lot of. Also, when it comes to these things, there have been a lot of campaigns about just raising awareness about our attitudes as individuals towards the environment. So I think this is all the time we have, but we want to thank you very much for coming, and we wish you good luck with the rest of the events today. Thanks. Thanks for having us. Welcome. Núna ætlum við að fá að kíkja á setningarathöfn grænna daga sem haldin var í gær á Háskólatorgi, þar sem að Steinar Kaldal, aðstofamaður umhverfis- og auðlindaráðherra, flutti stuttaræðu og spjallaði svo hana Margrétu Helgu frá okkur. Og því loknu ætlum við að fá að fylgjast með hana Bjarna sem fór á heimsetti Andrými og kynnti sér sjálfbæran mat. Hvaða þýðingu hefur það fyrir málaflokkin umhverfismál að háskólinn blási til átaksdaga eins og þessara? Það hefur mjög mikla þýðingu vegna þess að eins og ég kom inn á áðan í ræðun ráðherra, þá er oft verið að tala stórumálin í þessu, loftslagsbreytingar, líffræðilegan fjölbreytileika og fækkun tegunda, mengun og svo framvegis, og fólki finnst það stundum svolítið stórt viðfangsefni. En þessir atburðir eins og grænir dagar, þeir hjálpa fólki að komast nærri málefnunum með því að ræðum eins og til dæmis bara sjálfbærni í daglegu lífi fólks og hvernig það getur haft áhrif á þessi stóru mál. Talandi daglegt líf fólks, hvað gerir þú svona dagsdaglega til þess að stuðla að bættri umhverfismálum sem bara einstaklingur en kannski ekki aðstofamaður ráðherra? Já, ég hjóla mjög mikið, hjóla í vinnu eða gengi í vinnu. Og ég flokka nú eins og held ég bara vonandi allir Íslendingar eru farnir að gera. Þetta eru kannski svona þessi típisku atriði sem við öll getum gert. Síðan hugsa maður eins og þegar ég fer í búðina þá reyni ég að hugsa hvað er ég að kaupa, hvaðan kemur það, get ég keypt eitthvað nær umhverfinu, og öll þessi smáu atriði sem eins og grænir dagar eru að tækla. En svona í stóra samhenginu, hafa allir þessi svona litlu þættir, hafa þeir mikið að segja? Að sjálfsögðu hafa það, þegar það oft sagt að maður þurfi að horfa á hvað maður sjálfur gerir til þess að hafa áhrif á stóru myndina, og margt smátt gerir eitt stórt, þannig að auðvitað hafa það, og það mjög mikilvægt að fólk finni það að það geti haft áhrif, og það gerist með svona samstilltu átaki eins og grænum dögum. Í nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands sem fjallaði Ísland og loftslagsmál sagt frá því að staðan á Íslandi miklu verri en búist var við. Þörf á mótvægisaðgerðum til að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins sem felur meðal annars í sér 40% minni losun á útstreymi gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030. Að öllu óbreyttu mun útstreymi aukast samkvæmt skýrslunni. En hvernig svona núna Björt svona nýtekin við? Hvernig metið stöðumála eins og staðan í dag? Já, eins og umhverfisráðherra Björt Ólafsdóttir hefur bent á, þá dregur skýrslan upp svarta mynd og dregur upp svona nokkrar sviðsmyndir mögulega losun á Íslandi. Engin þeirra góð, en það hins vegar fullt af tækifærum fyrir Ísland til þess að bregðast við. Við hefðum átt að vera byrjuð fyrr á fullt af hlutum, en nú virðist finnst manni að myndast ákveðin samstaða að það þurfa virkilega að fara að gera eitthvað, þó að sé langt síðan það hefði þurft að gerast. Og þá að gera að nýta þann meðbyr til góðra verka, og Björt bjartsýn. Og fólk mun svona upplýstara ástandið. En þetta þá ekki tilefni til svona róttækari aðgerða heldur verið hefur? Það á borði þessar ríkisstjórnar og í ríkisstjórnarsáttmála eru loftslagsmál mjög mikilvæg, og þar hafa til dæmis forsætisráðherra tekið vel undir það og aðrir ráðherrar líka.
Þannig að það algjörlega tilefni til þess að vinna þessum málum og svona gera það af krafti. Steinar Kaldal, takk kærlega fyrir spjall. Takk svo leiðis. Eftir setningun á grænum dögum var kynnt sjálfbæran mat. Þetta matur sem búið að bjarga upp úr ruslatunninu. Svipað þetta epli hérna. Nemendur Háskóla Íslands voru hvergi smeykir við að gæða sér á mat sem búið var að henda því hann var talinn skemmdur. Maturinn sem boðið var upp á var fenginn úr ruslagamum verslana og dreifingastöðva sem henda mat á hverjum degi sem klárlega má nýta frekar en að henda. Nóka Heimann, meistaranemi í umhverfis- og auðlindafræði, kynnti nemendum háskólans fyrir sjálfbærum mat og var glöð með viðbrögðin sem hún fékk. Was kind of expecting a little bit more shock maybe, or people being hesitant to try it, but people seemed really up for it. The apples went really fast. So I think that was actually really surprising, and I think for the most part people are actually, there's less prejudice than we might expect. The Icelandic weather makes them very well preserved in the cold, which actually really helps a lot. So there's not really a risk of things being going bad because of the heat. And I think when people see the sheer quantity of what we get and the quality of the things that we get every single week, they really understand that it's not really a problem, that the problem is in the fact that it's being thrown away. Nóka kynnti einnig nemendum háskólans fyrir andrými sem staðsett í bakhúsi á Klapparstíg sem má lýsa sem litlu samfélagi í hjarta bæjarins. Þar eru allir velkomnir í kvöldmat á miðvikudögum þar sem eldaður sjálfbær matur. Andrými is a radical social space in Reykjavik that is a self-organized space to bring people together, have events. Andrými is completely open. We have people from so many different countries, different age groups, different, everyone, different ideologies, and everyone is very welcome. We have our own political ideals, we have a set of values, but we don't affiliate with specific political parties, and that's for a lot of different reasons. One is that, maybe people have different political ideologies. There's a lot of folks there that are much more radical and don't maybe believe in like electoral politics, but also there are a lot of spaces that already exist dedicated to political parties, and we're trying to do something very different. We of course have our Wednesday dinners every single week, and actually some of the Afghani refugees that come on a regular basis are hoping to cook a traditional Afghan meal for everybody. So I think that next week, next Wednesday evening at the Open Kitchen, that will be taking place. Eins árs afmæli andrýmis á næsta leiti og eru fjölmargir meðlimir þess ekki enn komnir með langtíma húsnæði. Yfirvöld hafa skipulagt niðurrif á húsinu og þarf því að finna nýtt húsnæði sem fyrst og fjármagn til að reka það. Nóka segir að stuðningur til andrýmis þurfi þá ekki endilega að vera í formi peninga. Of course, it's a self-organized space, so people can support by showing up to events, organizing events in the space. If there's anything that people are excited to do, we are so happy to help people organize their own events. But also, of course, looking for donations, we're looking for monthly donations, any way that we can move to a new space as soon as possible. Í setti hjá okkur sestur Ómar Ragnarsson, fjölmiðlamaður, skemmtikraftur, flugmaður, rallykappaksstursmaður, bílaáhugamaður, en síðast en ekki síst umhverfissinni og náttúruverndarsinni. Ómar hefur verið ötull í baráttunni fyrir náttúru Íslands og hefur það verið saga átaka, sigra og sigra. Og til marks framlag Ómars þá hefur Alþingi samþykkt að gera fæðingardag hans 16. september að degi náttúrunnar. Velkomin Ómar. Takk. Svona til að byrja með, finnst þér að viðhorf almennings til umhverfismála hafi breyst mikið á undanförnum árum? Þau breytast en alltaf hægt og því miður vegna þess að við erum hálfri öld á eftir umræðinu í Bandaríkjunum. Það var nákvæmlega sömu rökum beitt í Bandaríkjunum á milli 1960 og 70 eins og núna verið að beita hér og við erum svona 20-30 árum á eftir Norðmönnum og það er orðin 15 ár síðan Norðmenn ákváðu að tími stórra virkjana í Noregi væri liðinn. Þeir eru bara að virkja smátt hér og þar og þeir hættu við risastórar virkjanir sem voru á hálendinu, bæði á Harðangursheiði sem núna þjóðgarður og líka á Jötunheima hálendinu. Og þetta marks það hvað skömmuðu sín mikið fyrir þetta, það held ég dreg ekki neina aðra áleitinu þá,
Þegar við skamma sér fyrir þetta, það tók mig einar 6 eða 8 ferðir til Noregs að komast að því að þetta hefði verið ætlunin. Þetta LSD, langstæsti draumur þeirra, hann varð aldrei að veruleika og það dettur engum í huga minnast á þetta lengur. En hér er þetta ennþá í gangi vegna þess að Kárahnjúkavirkjun er hluti af LSD og það er ennþá verið að spá í það að taka helmingina vatninu af Gullfoss, af Dettifossi og fossanum og fossaröðinni niður Jökulsárfjöllum. Það er til áætlun þetta. Þannig að því miður gengur þetta hægt en miðar í rétta átt og það er alltaf huggun. Sérðu eitthvað fyrir hvað væri hægt að gera til þess að flýta þá þessari þróun og svona vitundarvakningu stjórnvalda? Það er bara meiri upplýsing og það til dæmis hefur strax borið árangur að Landvernd hefur fengið til sín lögfræðing nokkurn veginn á fullum launum. Og þá er farið einmitt að vinna á þeim vettvangi sem að valdið sem hefur peningana og öll völd á bakvið tjöldin, að það var ekki eitt með það að hafa sérfræðinga lögfræðinga hér á sínum snærum og þetta hefur strax skilað árangrið þó ekki nógu miklu vegna þess að þetta norður við Mývatn tafði lagningu háspennulínu en breytti línustæðinu sára lítið og þetta er bara lítið dæmi. Að línan er núna, það er verið að leggja hana stystu hagkvæmustu leiðina þó að væri grátbeðið að færi pínlítinn krók nokkra kílómetra norða til þess að hlífa mjög mögnuðum hraunstraumi og gjástikki sem er þarna skammt frá Þeistareykjum. Og þannig að framkvæmdarlega séð að þá miðar þessu í öfuga átt. En það er mjög mikið svirt að það sé að vera tefja, skulum við segja, og reyna að koma upplýsingun á og reyna að læra af umræðunni í löndum eins og ég nefni, Bandaríkjunum og Noregi. Og það var ekki fyrr en ég fór í ferðalag til Bandaríkjunum og las bók sem ætti að vera skyldulesning fyrir alla, var mér sé sagt í Bandaríkjunum þegar hún kom út 1990, Cadillac Desert, fjallar þessi virkjunarmál, að það var ekki fyrir lasa bók sem ég áttaði mig á því hvað var raunverulega að gerast á Íslandi. Og mitt starf hefur meðal annars farist í því að fara í 30 þjóðgarða í Norður-Ameríku og Evrópu og á 18 virkjanasvæði og það voru þessi ferðalög sem að gjörsamlega breyttu mér. Ég sagði í upphafi einu sinni í svokölluðu stand-upi eða uppistandi, svolítið vafasamt fyrir svona mann sem hefur verið skemmtikraftur á atvinnu alla sína tíð að tala uppistand þegar ég að tala svona alvarleg mál. Þá labbaði ég upp úr Víti við Öskju og sagði ég er búin að vera að þvælast allt land, fjöll og fyrnindi á allan hátt í áratugi, fornmenn notuðu orðið heimskur mann sem væri alltaf bara heima hjá sér og dæmdi allar hluti út af því sem að sæja af sínum bæjarhól. Ef þetta er raunin, þá er ég þessa áratugi sem búin að vera í öllum þessu ferðalagum á Íslandi og aldrei farið til útlanda, þá er ég ekki bara heimskur, ég er fjallheimskur. Fjallheimskur, já. Það er nefnilega Þetta var játning, en hún var bara fyllilega tímabær. Og þess vegna á ég svolítið erfitt með að skilja hvað margir tregir til þess að bara segja, ég var bara fjallheimskur. Og það er fyrirbæri í gangi sem er mjög erfitt að eiga við, sem heitir áunnin fáfræði. Ég þarf að segja að það er svona nýtt hugtak hjá mér. Þið kannist við áunna sykursýki. Já, það var vegna þess að fólki hefur áunnið þetta sér sjálft að mestu leyti. Og áunnin fáfræði, hún er einmitt svo að ég var til dæmis beðin að koma austur fyrir fjall núna fyrir viku til þess að segja frá því hvers vegna það væri svo að Hellisheiðarvirkjun væri á hraðri niðurleið. Það var ályktun sem að ég stóð að með stjórn Íslandshreyfingarinnar sem hefur nú starfað frá núna í 10 ár nákvæmlega. Ég ránaði með að koma á 10 ára afmælinu til þess að geta sagt eitthvað. Já. Það var fyrsta óháða mælingin á virkjanasvæðunum hérna við Reykjavík. Það er að segja Nesjavalla Hellisheiðarsvæðinu og hins vegar Svartsengisvæðinu og Reykjanesi. Þar sem að kemur í ljós að svæðin hafa fallið niður alltaf 18 cm. Og þetta er gríðarlegt magn þegar þú horfir yfir svona stór svæði. Þetta skulle hafa fallið svona niður. Það er mjög mikið. En þeir sem hafa verið þarna hafa alltaf þrætt fyrir þetta. Nú er ekki eftir að þræta fyrir þetta lengur. Og maðurinn sem bað mig að koma og segja frá þessu, ég segi það þarf ekki að segja frá þessu. Jú, vegna þess að við vissum þetta ekki. Og ég segi, elska mín góða, hefurðu lesið blogg síðuna mína? Já.
Fyrsti bloggpistilinn fyrir 10 árum var þetta. Ég man ekkert eftir því. Nei, það vegna þess að fór manna heyra út hitt. Það heitir áunnið fagfræði, en ég vil ljúflega segja ykkur frá staðreyndunum í þessu máli. Og þetta stórmál. Og eitt að bara dæmum það hvernig á að fara með Reykjanesskagann sem að sumir að kalla rustakistu rammaáætluna. Það á að virkja allt sundur og saman. Eldvörp hennar dásamlega þessar dásamlegu gígaröð. Þetta bara til á þurrlendi heimsins á Íslandi, gígaræður. Og við þurfum að fara austur í Lakagíga til að sjá annað eins. Nei, þetta á að taka vegna þess að landi að falla niður og þeir geta ekki skaffað allan samningstíman orkuna, það 40 ára samningur sem náttúrulega alveg fáránlega langt. Og það búið að vera velta vöngum yfir því, skal ég segja ykkur, að það muni fara þannig að við munum að þurfa að reisa koluorkuver til þess að redda okkur síðasta bútin af samningstímanum. Það verði of dýrt að fara að eyðileggja Krýsuvík og allt saman. Þessi ár sem eftir verði skárra að fara í koluorkuver til þess að brúa þetta bil. Þangað til að orkusamningurinn útrunnin. Og svona þetta að fara allt land og sýna að það gríðarlega mikið verk óunnið. Þannig að ef ég nú hérna staddur hjá fólki sem að draga fyrir fjölmiðlum, að þá bara hvet ég rannsóknar blaðamennsku og séra Emil var með gott. Þegar við vorum að eiginlega kikna í njánum að tala við ráðamenn þjóðarinnar eins og flesti blaðamenn urðu að gera þá, undir óbærilegu álagi frá kerfinu, ekki að klappa þeim með kattarófunni. Sjáum við fyrir ykkur köttin sem læðist inn og strýkur öllum með rófunni. Já, ekki gera það. Akkurat. En varandi, nú alltaf beinist þetta svolítið af yfirvöldum sem þú ert að tala hvað getur almenningu gert og hvað gerir Ómar Ragnarsson? Ég núna á kafi að búa til disk með 53 lögum náttúru Íslands, land og þjóðlíf. Var að setja núna eitt af lögunum. Öll fjalla þetta eftir allt minni smiðju. Ég bara ákveða að þetta verður mitt framlag til þess að einhver getur hlustað á þetta. Hvernig dýrð og dásemd íslenskrar náttúru og lands og þjóðar. Eitt diskur verður með 23 nýjum lögum náttúruna. Eitt landi heitir Hjarta landsins og verður bara hugmyndina stóran þjóðgarð á miðhálendinu og ekki 2 mannvirkjabelti í gegnum þjóðgarðinni eins og menn láta sér dreymum. Og síðan verða 30 lög á 2 öðrum diskum í þessu albúmi sem ég vonast að ég geti klárað og öll þetta til þess að vekja athygli á þessu og vekja athygli á gildi landsins okkar. Ég hef þetta að koma hingað með bók sem heitir 100 Great Wonders, 100 Great Wonders of the World og þar bara 7 í Evrópu sem náttúrugerð og bara 2 á Norðurlöndum, það norsku firðirnir og hið eldvirka Ísland og það eini staðurinn á þessum 100 stöðum í bókinni þar sem að þetta byrjar svona Iceland is a land like no other, period. Já. Þetta höfum við í höndunum og við eigum þetta ekki, við erum landverðir. Við erum fyrir mannkynnið og það ekki mannkynnið sem á þetta. Mannkynnið með þetta láni frá kynstofum framtíðarinnar. Akkurat. Þetta voru góð lokaorð og við þakkum þið kærlega fyrir komin Ómar. Næsta á eftir þá ætlum við að sjá Ernu, Agnesi og Ragnheiði. Þær fóru á stúfana og tóku háskólafólk tali og spurðu umhverfismál. Hafið þið áhyggjur af loftslagsmálum? Já, svona bara, ég veit ekki, kannski ekki eitthvað brjálæðslega en maður veit af þessu. Og veit að þetta alvarlegt vandamál og já, að vera verra og verra. Leggið þið ykkur að mörkum til þess að koma í veg fyrir áframhaldandi hlýnun jarðar? Ég reyni það allavega. Ég er alltaf meðvituð að flokka og svo framvegis, já. Og ég nota til dæmis alltaf sama bollan. Í stað fyrir að henda mörgum götumálum og svo framvegis, maður reynir alltaf að gera eitthvað. En þú? Já, eða svona, ég veit ekki hversu mikið það skiptir máli samt svo sem ég hef gert en eins og ég kem frá Egilsstöðum og það rosalega mikið lagt upp úr því að flokka og ég man að mér brá mér mikið þegar ég kom suður og sá hvað það lítið gert í það að flokka eins og heima á öllum heimilum, flokkunar tunnur fyrir brallt og við erum með lífrænar tunnur út í garði og svona og það bara einhver vani og já, ég get ekki hugsað mér að ekki flokka núna og já, svo gerir svona
er með bolla frekar en pappamál og reyna að keyra sem minnst og bara eitthvað svoleiðis, held ég. Duglega að fara á 2 jafnfljótum. Já, svona reynir. Já. Eru þið eitthvað búin að fylgjast með dagskrá grænudagana? Ég sá Snapchat. Já, í gær, já. Að það væri að fara að vera í dag og var í gangi í dag, en ég var reyndar ekki búin að fylgjast meira en það. Nei, svo myndist einmitt á það áðan í tíma að það væri nú grænir dagar. Hvað finnst þér um loftslagsmálin eins og staðan er í dag? Nei, mér finnst bara ræðilegt hvað lítið verið gert í alþjóðastjórnmálum við málinu og mér finnst líka bara ótrúlegt að Donald Trump sem er komin í Bandaríkin allar að neita að nota samningin sem Obama gerði með Evrópusambandinu. Svo staðan er ekki sérstaklega góð, en þó eins og Evrópusambandið, það er að gera góð hluti finnst mér í málinu. Sérðu mun á hvernig þetta er í Færeyjum og hérna á Íslandi? Það er miklu betra á Íslandi, held ég. Færeyingar er nú búnir að undirrita samningin sem var gerður í París, og er með einhverjum svona markmiðum sem ætla að fylgja. Gengur bara ekki alltaf svo vel að fylgja samningunum, en það gengur betra og betra. Þannig að þú sér svona mun smá saman? Smá og smá og það er sko markmiði Færeyja að vera oljufrýr á landa í 2030. Ég veit ekki hvort það tekst en það er alveg eitthvað markmið. Hvað finnst þér stöðu loftslagsmála núna í dag? Ég bara verða að viðurkenna það að ég hef ekkert mjög mikið kynnt mér það, en hins vegar náttúrulega heyrir maður svona hitt og þetta í fréttunum. Það þarf klárlega að gera eitthvað. Gerir þú eitthvað svona sjálf, flokkari eða notar notið föt eða eitthvað svoleiðis? Ekki nógu mikið. Ég hef alltaf flokkað náttúrulega flöskur. Og hvað finnst þér ástandið í loftslagsmálum í dag? Það er ekki nógu gott. Finnst þér stjórnvöld að standa sig? Ég held að sé nú að gera aðeins meira en gerðu áður. Við erum nú að reyna svona í ýmsum flokkum að reyna að ýta undir að Alþingi taki nú þetta frekar heldur en framkvæmdarvaldið og ég er að vona að komi frumvarp bráðum eitthvað meira en þetta Parísarsamkomulag. Við þurfum eitthvað meira en það. Svona róttækari breytingar? Já, og jafnvel sko ekki hér heldur svona á alheimsvísu. Do you feel that Iceland and other countries in Europe are doing their part in taking care of the environment? I mean, recently I've read that some European countries have already reached their goal for 2020. Italy is one of these. I think we're doing a pretty good job, but of course there's still a lot that we should do concerning, recycling and not wasting. We are getting there, I think. Recycling is certainly a very important part of my day-to-day life, but I have to admit here in Iceland it's not as easy as it is in Italy. We not everywhere, of course, but we tend to have separate bins even in the houses, so it's super easy for us to divide garbage very early on, and then we have separate weeks where they come to collect separate types of so it's very organized and it's super efficient. And I live in Vesturbær, and we only have two bins, one for paper and the other one for basically everything else. And I mean, I don't have any other chance of dividing my garbage, because I mean it would be lumped together anyway. So, yeah. So you see a big difference between Italy and maybe Scandinavian countries and Iceland? Yeah, I mean, my experience is only here in Iceland so far, and I mean, there is more that could be done. I think that the university is doing a pretty good job now with all, but I guess it's not very uniform around the country or around Reykjavik even, so there's still some work to be done, but yeah. Já, komur þú svolítið á óvart hvað var mikill munur á milli Íslands og Ítalíu? Það verður að segja þessu svo þess. Já, þetta er svona, en hingað stúdíu til okkar er komið Brynhildur Davíðsdóttir, prófessor í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og einn af höfundum skýrslunar nýútkomna skýrslu stöðu Íslands í loftslagsmálum sem saman var að Hagfræðistofnun Háskólans. Brynhildur, í skýrslunni kemur fram að staðan sé alls ekki góð í umhverfismálum.
talað að öllu óbreyttu muni markmiðum 40% muni losun 2030 til að mynda á gróðurhúsaáhrifum líklega ekki nást og ef ekkert breytist þá muni það hreinlega bara aukast. Hvernig stendur á því að staðan sem þessi? Þetta raun og veru kannski bara ofur eðlileg staða. Ef ég aðeins bara tala 40% markmiðin, þá erum við að tala þar skuldbindingar sem að Íslendingar hafa gengist undir, sem tengja svo kalluðu Parísarsamkomulagi, sem var skrifað undir í París 2015. Og þar lögðu Íslendingar fram einhvers konar svona markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 40% niður fyrir losun ársins 1990, en við ætlum ekki að ná því fyrir árin 2030. Þannig að það raun og veru ofur eðlilegt að við erum ekki að sjá þannig séð, þú veist, að business as usual, ef við breytum engu, að þá væri við að ná því marki. Þetta svo sem ný stefnumótun. Síðan annað þarna sem er mikilvægt að hafa í huga og það það að í þessu 40% markmiði sem að íslensk stjórnvöld settu fram, þar losun eða útstreymi gróðurhúsalofttegunda frá stóriðjunni ekki inni. Og þegar við erum að tala aukningu eða vænta aukningu í útstreymi, eins og þú réttilega bentir á, það sem við erum að horfa á, þá meiri hluti aukningarinnar hjá stóriðjunni. Þannig að það kannski það ekki óeðlilegt, eins og ég segi bara að summa þetta upp, það ekki óeðlilegt að við séum ekki að ná að óbreyttu þessu 40% markmiði, en það mjög líklegt þó, skýrslan þó sýnir að það mjög líklegt að við náum því ef að við göngumst undir ákveðnar aðgerðir sem að við skoðum í skýrslunni. Og möguleiki á að standa það við þetta Parísarsamkomulag ef við bara fyrir að snúa þessu við og gera betur? Alveg tvímælalaust og það einmitt það sem við gerðum í þessu skýrslu var það að við settum fram framtíðarspá fyrir útstreymi frá öllum geirum íslensks samfélags til 2030, það árið sem við erum öll að horfa á og við setjum það fram til 2030, síðan við skilgreinum við alla möguleika sem hægt að ráðast í til að draga úr útstreymi í öllum geirum íslensks samfélags, við maggreinum hvern og einn og síðan skoðum við hvað hver og einn kostar. Þannig að, og þegar við erum búin að leggja þetta allt saman fyrir alla geira, þá sjáum við það að það alveg raunhægt að draga úr útstreymi 40% niður fyrir losun ársins 1990. Þó tvennt, ég vildi minnast á líka í þessu samhengi, stóriðan ekki þarna inni, vegna að hún í öðru kerfi, hún í viðskiptakerfi losunarheimildir, þannig að hún bara einfaldlega staðsett annars staðar. Og inn í þessu einnig það sem kallast binding. Það að segja binding kolefnis í gróðri með þá skógrækt eða landgræðslu. Það vinnur þá á móti? Það vinnur á móti og það inn í þessum tölum líka. Okay. En nú nýr umhverfisráðherra Björt Ólafsdóttir sem lýsti ekki bara yfir áhyggjum heldur hreinlega undrun eftir að skýrslan kom út að staðan væri svona. Telur þú að stjórnvöld hafi svolítið sofið á verðinum í loftslagsmálum hingað til? Sko, það alltaf hægt að gera betur. Það bara alveg staðreynd og ég myndi kannski ekki segja að það hafi sofið á verðinum, en það hefur ekki mikið verið gert. Og það sem við gerum líka í skýrslunni það við skoðum náttúrulega fortíðina, við skoðum hvað hefur gerst gerðist frá 1990 til 2014 og við veltum upp spurningunni hvort að þær aðgerðir sem ráðist hefur verið í, hvort þær hafi skilað einhverjum árangri. Og við sjáum að til dæmis í samgöngum þar aðgerðir sem hafa skilað árangri, sem mjög jákvætt. Þannig að ég vil kannski ekki segja að það hefði alveg verið sofandi, ekki gert neitt, en það hefði alveg verið hægt að gera miklu meira. En aukningin í útstreymin og ég held að það sem án þess að ég sé að leggja umhverfisráðherra orð í munn, þá held ég að það sem hún hafi verið að hugsa svolítið í þessu samhengi var þessi gríðarlega vænta aukning í útstreymi frá stóriðinni. Svo ég held að hafi komið mörgum á óvart. En þetta allt saman mjög áhugavert og áhugavert að skoða þessa skýrslu, sérstaklega því að umræðan búin að vera svo mikið loftslagsmál undanfarið. Nú ert þú prófessor í þessari umhverfis- og auðlindafræði. Það svolítið áhugavert að svona pælingin við hvort að sú námsbraut sé tengslum við einhverju svona vakningu í samfélaginu umhverfismál og loftslagsmál. Það mjög góð spurning, hvort að, ég meina, ég vona að við hér séum að hjálpa til, ég veit ekki hvort við séum ykkur kjarni í þeirri breytingu, ég held reyndar að þessi viðhorfa breyting, þetta bara eitthvað sem að gerast allstaðar, út allan heim
og við erum bara að finna núna á eigin skinni, og ekki bara við heldur fólk allstaðar, að finna á eigin skinni að loftslagsbreytingar eru raunverulegar. Við erum bara einfallega að sjá breytingar í veðri, við erum að fara inn að sjá auknar öfgar og áhugavert að sjá líka, ef við bara förum yfir til Bandaríkjanna, þar sem hefur verið mjög virkur, það sem við kallum afneitunariðnaður fram til þessa, hann virkur ennþá, en almenningsálít í Bandaríkjanum að snúast. Þar fólk farið að trúa loftslagsbreytingar, þannig ég held að þetta svona samblanda vakningu, fólk geta skiptir fólk máli, en einnig það að fólk bara einfallega farið að finna þetta á eigin skinni, það farið að átta sig á að þetta raunverulegt og getur virkilega haft áhrif á lífsgæði til framtíðar, þín og barnanna þína, og það náttúrulega að sjálfsögðu fyrir fólk að hafa áhyggjur. En hvað myndir þú telja svona, að tala að helsta orsakavaldurinn sé stóriðan, en hvað geta svona einstaklingar gert til að leggja sitt að mörkum? Til að draga úr útstreymi? Já. Já, það gríðarlega margt og það nefnilega mitt sem svo skemmtilegt við þessa vinnu. Stærstu eða stóru póstarnir í útstreymi sem tengist einstaklingum, það náttúrulega samgöngur og síðan úrgangur og það bara hægt að einfallega minnka úrgang og stuðla endurvinnslu og þetta mjög margt sem að einstaklingur gert þar og síðan það samgöngurnar. 19% af útstreymi Íslands eru samgöngur. Þannig að ef við förum í strætó einu sinni í vinnuna eða í skólan í viku eða kaupum okkur rafbíl eða hjólum og göngum meira, það skilar gríðarlega og skiptir miklu máli hvað hver og einn gerir. Brynhildur Davíðsdóttir, þakka kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Takk. Hljómsveitin Amabadama gaf árið 2014 út umhverfis ástarlag sem heitir Gaia. Og Guðrún og Kristín fóru og hittu hljómsveitarmeðlimi Steinunni og Magnús á Huggulegu kaffihúsi og ræddu tilurð lagsins og þeirra hugmyndir umhverfis og loftslagsmál. Hvernig var hljómsveitin Amabadama til? Hún var til svona 2011 og já, hún var eiginlega til í bíltúr eitthvað staðar út á landi við tvö að keyra og, eða ekki? Jú. Og já, það svona allan að þar var til svona nafnið, þú veist, við vorum búin að leika okkur eitthvað aðeins svona, gera eitthvað lög og svona en það var svona sumarið 2011 í bíltúr upp í sveit, þá var Amabadama til. Það spurningin lagið Gaia. Já. Hvernig lag það? Það reggae-lag. Lovers reggae. Já, svona lovers rock eins og maður segir. En já, það svona náttúrulega svona í rauninni ástarlag og til jarðarinnar okkar. Og svona umhverfislag. Umhverfislag, hvernig skilgreinir maður það? Já, þú veist, já, ég veit ekki einu sinni, sko, umhverfislag, meina, bara svona ástalag til jarðarinnar og Þetta var, sko, ég var í háskólanum í kvikmyndafræði og það valdi mig kúrs sem hét heimildarmyndir og átti held ég að vera bara svona faglegur, svona sagnfræðilegur áfangi heimildarmyndir og svona mismunandi útgáfur en Guðni Elísson var að kenna þannig að hann breytti því í áfanga heimildarmyndir umhverfisvernd eða, já, þannig að þetta enda bara gróðurhúsaáhrif og loftslagsbreytingar og ég vaknaði náttúrulega bara við að sjá allar þessar myndir og heyra hann tala þetta og eitthvað og fór heim og mataði Magga á upplýsingum og hann fór út í bílskúr eða stúdíó, sami hlutur og samdi Gaia á einni nóttu eða eitthvað. Já, þetta svona eitt af þessum lögum sem maður svona einhvern veginn bara bjóð sig til sjálft svolítið einhvern veginn, það var bara einhvern veginn, það var bara svona miðlaðist í gegnum hann svona bara og var til. Kannski var Guðni Elísson svona komst inn í heilaðinn og samdi þetta. Já, þannig að, já. Geta listamenn gert eitthvað meira eða gert eitthvað í sambandi við umhverfisvernd og hvernig þá? Já, það náttúrulega eins og þetta, þú veist, vaktar, við fengum alveg e-mail frá eins og einn pabbi sendi okkur message að hann og dóttir hans hefði verið að hlusta á þetta
á Gaia og þú veist, það hafi vakið dóttur hans til svona umhugsunar og þau á endunum fóru út í eitthvað skóg og gróðursettu tré eða fóru bara svona, urðu miklu meðvitaðari þannig ég held, þú veist. Já, það skapaði svona umræðu við kvöldverðarborðið held ég hjá mörgum, þú veist, sem að pældu í textanum og svona í þessu og ég held að það einmitt sé náttúrulega, það er alveg ótrúlega fallegt og við erum alveg gaman að... Já, gera það. Já. Og við semjum alveg mikið af lögum sem eru með einhverjum svona boðskap, eða þú veist sem við erum að segja okkar skoðanir og fólk alveg tengir vel við það og það má alveg listamenn geta alveg gert meira af því. Svona kannski, við erum náttúrulega að gera reggae og það er svo næs tónlist að þótt við séum að segja eitthvað gett alvarlegt, þá þú veist, geta allir hlusta á það svona eitthvað eins og við séum eitthvað, hvað segir maður? Svona leksjóra yfir fólki eða eitthvað, þú veist, eins og Maggi segir bara kæri jafningi í Gaia, viltu ekki hugsa smá, en ég er að tala kannski mannesku sem er... Já, ég er bara að tala við sjálfan mig í raun og veru, þú veist, þannig, já. En síðan er líka hægt að gera fullt, sko, það líka bara þú veist, hvernig maður gefur út og hvað maður starflegt að gefa út tónlist á umhverfisvænan máta og óumhverfisvænan, þú veist, digital útgáfa er náttúrulega umhverfisvænni heldur en að gefa út CD, eða þú veist, í rauninni, en við gáum samt út, ég held að diskurinn okkar hafi verið svona í endurunnu, þú veist, hulstri var úr einhverju endurunnu efni, þú veist, maður getur valið allt svona. Já. Er stefnan að gefa út fleiri svona hverfislög? Já, þú veist, alveg örugglega sko. Þetta er allavega, þú veist, þetta er eitt svona náttúrulega bara mikilvægasta málefni nútímans, þú veist, fyrir alla á jörðinni, þannig að ég held að maður neyðist örugglega til að gera það ef maður fer í þann gír aftur einhvern veginn. En skilgreinið þið ykkur svona sjálf prívat og persónulega sem umhverfissinna? Já, auðvitað, gerum við það. Þú veist, við getum alveg bætt okkur á margan hátt en við erum alveg, borðum ekki kjöt og löpum þegar við getum. Drekkum veganvatn og... Veganvatn, þú útskýra það? Nei, ég er að djóka. Nei, við erum vegan og bara svona smá djók, svona veganvatn sko. En hérna, jú, við elskum jörðina og við viljum að þú veist, barnabörn okkar elski jörðina líka jafn mikið og við og þannig að það er klárlega umhverfissinnar. Vil ég nota tækifæri og koma einhverjum skilaboðum að framfari til fólks varðandi náttúruna og umhverfismál? Já, bara hugsið vel jörðina og ekki látið hann ykkur varða. Algjörlega. Það skiptir máli fyrir okkur öll. Engin takmörk á því sem að við tvö saman getum gert. Engin leyndarmál okkar á milli, samband okkar er bert. Get sagt þér allt, þú dæmir mig ekki, þú dóni sé. En leitt er að sjá hversu margir af þér vil að græða fé. Sem bitnar á röngum aðilum, þeim sem enginn hlustar á. Kæri jafningi, þú sem vilt græða, vilt ekki hugsa smá. Framtíðina, börnin okkar eftir 1000 ár. Já, sjáðu, við erum gein, heiminu stór og þú er smár. Og þó að þú sé klár, erum við bara börn. Hér, þú og ég og líka öll þessi peningaöfl hér. Bara rétt, byrjuð að skríða. Svo lifum vel og lengi á meðan það er sól og blíða. Takk fyrir. Hingað til okkar er komin góður gestur. Guðni Eilísson er prófessor í almennri bókmennafræði og hefur hann í ræðu og riti talsvert látið sig loftslagsmál varða. Þessi umfjöllun hans hefur haft mikil áhrif á nemendur sína og eins og við sáum í innslaginu hérna áðan þegar Steinunn Jónsdóttir, söngkona Amabadama, sagði fyrir því að Guðni hafi rauninni verið kveikjan að laginu Gaia sem að fjallar mikilvægi umhverfisverndar. Já, talandi það, kennsluna, að Guðni fór af stað með námskeið síðasta haust á meistarastigi sem fjallar endalögin, eða ber yfirskriftina endalögan námskeið. Já, Guðni, velkomin. Loftslagsmálin hljóta nú að vera ansið svona miðlægt umfjöllunarefni í þessu námskeiði. Jú, það í rauninni þá er þetta svona yfirlitsnámskeið þar sem við tökum fyrir alls konar svona
endaloka svona scenarios, svo í sletti, frá trúarlegum yfir í kjarnorkuna, yfir í veiruhernað og nanotækni og svo framvegis, en ég tek svona síðustu 4 vikurnar í loftslagsmálin og þau eru kannski sá þáttur í námskeiðinu sem brennur mest á mér og sem ég held að við þurfum að taka á af mestri svona alvöru ef þannig má orðið komast. Já. Nú enn svolítið það að fólk að efast loftslagsbreytingar á mannavöldum og það kannski nærtækasta og skelfilegasta dæmið kjör Donald Trump til forseta. Hvað myndir þú vilja segja við fólk sem efast? Það sem ég myndi eiginlega segja við fólk sem efast raunverulega, því að við eigum að halda svolítið aðgreindum þessum 2 hópum, annars vegar svo kallaðra efasemdarmanna sem vinna markvisst í því að afvegaleiða umræðuna. Það eru bara afneitunar sinnar. Og svo fólk sem veit ekki betur, langar til þess að fræðast efnið. Það sem ég myndi segja við þessa einstaklinga væri að bara fara og kynna sér efnið, og það er ofsalega erfitt að kynna sér þetta efni einfaldlega vegna þess að ef þið farið inn á netið og þið flettið upp spurningu sem tengjast loftslagsmálum, þá lendið þið mjög hratt í því að þið farið að fá svona misvísandi skilaboð og þá þurfið þið á einhvern hátt að reyna að finna leið til þess að greiða úr vandanum. Það er til dæmis eitt af því sem ég kenni nemendum mínum að gera. Ég sýni þeim svona aðferðir sem þeir geta nota til þess að sannreyna sannindi á sviðum sem þeir kunna lítið í eða ekkert í. Flókið að læra það eða gæti verið hægt að kenna hverju sem er? Það í rauninni, það sem ég myndi segja, menntakerfið eins og það eiginlega hannað núna, það er svolítið hannað út frá minni kynslóð. Mín kynslóð var kynslóðin sem þurfti að fara á bókasöfn. Ég til dæmis 1-2 árum á British Library í svona skjalaskápum, þar sem þú flettir upp svona spjaldskrám. Og þú leitar upp í gögn í viðurkenndum ritum. Þannig að það sem var kennt að gera var að leita upp í þekkingu sem var til staðar og var í einhverju skilningi orðsins áreiðanleg. Það sem þarf að kenna nemendum í dag, þannig að þekkingin hún liggur í rauninni bara í fingurgómunum. Þú slærið inn leitarorð og þú farið upplýsingar. Það sem þarf að kenna fólki í dag að gera er að greiða í sundur raunverulegan skilning á eðli hlutana og falskan skilning á eðli hlutana. Það er komið nýtt hugtak upp núna sem ég er búin að þekkja í 20 og eitthvað ár og flestir sem hafa tengst loftslagsbreytingum, post-truth, sem svona nýtt hugtak sem notað svona sem einhvers konar yfir hugtak yfir svona annarsvegar sannleika. Það er að segja sannleika sem þú reiðir fram þegar þú ert komin í rökþrot. Og hluta vandans er þessi að þegar þú ert ekki með staðreyndirnar á reiðum höndum, þá býrðu til staðreyndir. Og það er það sem hefur gerst í nútímanum. Við sjáum þetta sérstaklega mikið í Bandaríkjunum, við tökum bara sem dæmi Wikipediu, að margir harðlínu íhaldsmenn voru orðnir þreyttir á Wikipediu sem þótti að hafa full frjálslinda svona slagsíðu og það bjuggu þeir til Conservapedia. Og Conservapedia er leitarvefur þar sem þú færð íhaldstengdar staðreyndir eðlisfræði og efnafræði og veruleikan sjálfan. Gallinn er bara að sá að veruleikin hann hegðar sér ekki í samræmi við hugmyndafræðina og ef við skiljum það ekki þá lendum við öll í vandræðum. En svona ef við skoðum bara þetta vandamál í samhengi við bara svolítið í stóra samhenginu, þannig að það er mikil áhersla lögð á bara svona áhrifamátt einstaklingsins, hann þarf að gera alls konar, leggja sér á mörkum, en liggur ábyrðin og svona möguleikin til þess að hafa raunverulega áhrif, liggur hann ekki að miklum hluta hjá stjórnvöldum? Já. Þessu er venjulega haldið í sundur, hérna einstaklingsbundna og svona stjórnvaldsaðgerðum og flestir halda þessu aðgreindu. Ég er svolítið andvígur því, einfaldlega vegna þess að ég held að þetta sé allt á einhvern hátt, þú getur í rauninni ekki slitið þetta í sundur. Það er að segja, stjórnmálamenn, þeir bregðast ekki við hlutum sem brenna ekki á kjósendum. Og ef það brennur eitthvað á þér, þá gerur þú sjálf eitthvað í því þínu eigin lífi. Þú breytir í samræmi við sannfæringu þína. Og ef þú breytir þannig í samræmi við sannfæringu þína, þá kýstu stjórnmálamenn
sem á einhvern hátt eru til í að framfylgja þessari grundvallarskoðunðinni lífið og tilveruna. Þannig ég myndi ekki halda þessu aðgreindu. Ég myndi segja sem svo að þetta byrjar alltaf einhvers staðar innra með okkur en auðvitað verður ríkið á einhvern hátt að gera okkur kleift að bregðast í samræmi við sannfæringu okkar. Já, en núna svona, maður finnur svolítið að það komið meiri krafa á stjórnmálamenn og fólk að láta svolítið meiri í sér heyra og kannski hvað von að verði einhverja breytingar núna eða hvað? Ert þú vongóður? Sko, vongóður og vongóður. Sko, ég myndi segja í þessu samhengi það skiptir ofsalega miklu máli að við skiljum þetta þegar við erum að tala loftslagsbreytingar. Að spurningin aðeins hversu mikill verður skaðinn. Ekki hvort við komum í veg fyrir skaða, heldur hversu stór verður skaðinn. Hversu mikið til dæmis af lífríki í jarðar erum við til í að þurrka út. Ætlum við að draga línun í 20% og ef við tölum til þess 20% af öllum dýrategundum þurrkist út. Það fremur, að mínum að fremur jákvæð sín. Ef við sleppum með það, miðað við það sem getur gerst. Aðeins örstuttalókum. Hvaða aðgerðir brýnast í að ráðast í til þess að sporna gegn þessari þróun? Örstutt. Ég myndi segja sko, ef við tökum Ísland sem dæmi, þá finnst mér að svona hálfdapurlegt að sjá hversu sko illa stjórnmálamenn hafa haldið á þessum málum og ég myndi segja það að flestir stjórnmálamenn ættu að fá fallengun í loftslagsumræðinni. Einfaldlega vegna þess að við fengum svona upp í hendurnar kerfi sem einhvern veginn tilbúið fyrir aðgerðir af þessari hálfu. Við erum með orkuiðnað sem hann ekki hreinn, en hann svona tiltölulega hreinn og það hægt að gera hann hreinni og að því leyti væru við í stakk búin til þess að bregðast við því sem þarf að gera. Sko, við getum gert á miklu auðveldara. Kannski örstutt það þyrfti að bara endurskoða kerfið. Við þurfum að stokka allt upp sko. En við fyrst og fremst þurfum að stokka upp hugarfarið. Farið frá okkur núna, Guðni, takk kærlega fyrir. Ég held við getum talað saman endalaust hérna í dag, en takk kærlega fyrir komuna. Takk. Halldór og Runólfur fylgdust með Marko Juracek sem sérfræðingur í því að lifa af í óbyggðum. Hann sýndi áhugasömum tæki og tól sem að gætu nýst í náttúrunni. Marko rekur eigin ferðaþjónustu í Alaska þar sem hann býður til að mynda valdamiklu fólki út í óbyggðir til að reyna að hafa áhrif á hugarfar þeirra. So what I'm doing is taking the drill and putting it in the bow like this. And I put the bow in the hole that I just made with my knife. Look. This is really tight. And then I put the top of this drill might not work, but it might. How long have you been teaching this to others, and when was there a point where you kind of maybe just learned all this stuff and were doing it for yourself, but then you decided maybe to spread this information to others? I probably have been learning since I was a really little kid, and I was very fortunate in that my parents and my grandparents would allow me and encourage me to go out and do things. And when I was 13, I decided that I wanted to go off and do it on my own. So most of what I learned by doing it wrong and realizing that sucks. I'm not doing it like that again. So I learned by trial and error for the first part of my life, and then after school I moved to Alaska. I moved into a native village, and there I learned a little more of the thought and philosophy behind doing things that I was learning to do. And one of the things that I started seeing was that the environment that I was doing these things in was changing. And a good example is the National Park Service built a big observation center for this glacier when I first moved there. And I went to the place and you could see the glacier. And 15 years later, I went back and it was a lake. And so this big, huge project that they built for people to look at the glacier and how it moved and was
was gone. It was melted. But I did a kind of a social experiment with myself, and I wanted to. I see homeless people in the U.S. a lot, and so I decided I would be homeless for a year. And but in Anchorage, where it's difficult, like if you're in a warm place, you don't freeze to death. And so I started out with a sleeping bag and a stove and things that I normally would camp with. And of course, the homeless population sometimes is desperate, and so they stole it all. So I ended up with nothing. So I thought, okay, I can either quit or I can adapt. And so I looked around and I thought, there's a garbage dumpster, like a big square dumpster outside of a construction building. So they weren't putting wet garbage in slop. They were putting wood and insulation and carpet and all this stuff that they were tearing a building down and metal. I'm like, I could live in there. And so I made a hole, burrowed in, built a house inside of a garbage dumpster, and lived in it for the winter. And in order to get, and so for a job, I decided, I'm right at a construction site. I'll get a job working in construction there. So I would work at the site, take the things I wanted, throw them in my dumpster, and live in there. And I spent the winter living in a dumpster and made enough money. I bought a bicycle at like a boot fair, and so spent $20 on a bicycle and rode a bicycle all winter and lived in a garbage dumpster. I wanted to just be able to see the world from someone else's perspective, and the only way to do that was to walk in those shoes. If you had one advice to Icelandic people in a doomsday scenario where we all had to give up our hot water and clean houses and everything, with what you know of the Icelandic landscapes here, what would that advice be? Well, first of all, I think you guys are way ahead of the curve as far as the way you're using your island, because there is geothermal, there is solar, there's wind. So as far as energy production and melding that with technology, I think Iceland is an ideal location and really a world leader and an example for the world in how to take care of, to be self-sufficient. But yeah, what I would do if I just had to live off the land here is live in a badarka, a sod hut, and fish and harvest the sea. And this because now more than half of the world's population lives in suburban areas, right? So it's going to be always more and more. Yeah, so is it preventive? Is it also to affect the big players? So it's 2 points. The more you can expose not just influential people, but people in general that are involved in making policies or that have a vote. If those people, all they know is living in their building, in their apartment, and they don't know what it's like to be in the mountains or to be in the streams or forests, if they only know those four walls, then to them it doesn't matter what happens beyond those four walls. So I think taking those people and lifting them above their environment and allowing them to see the big picture makes a great deal of difference in the decisions that they make. Þetta verður því miður ekki lengra hjá okkur í dag. Við kveðjum úr myndveri stúdentafrétta. Verið sæl. Verið sæl. Þig bið að hugsa mig Því ég vil hugsa þig Við tengjumst þannig Verum öll góð við móðurskipið Engin takmörk á því sem að við tvö saman getum gert Engin leyndarmál okkar og milli samband okkar bert Get sagt allt, þú dæmi mig ekki, þú tónin sé En leitt að sjá hversu margir af þér vilja græða fé Sem bitnar á röngum aðilum þeim sem enginn hlustar á Kæri jafningi, þú sem vilt græða, vilt ekki hugsa smá Framtíðina, börnin okkar eftir 1000 ár Já, sjáðu, við erum í game, heimurinn stór og þú smár Og þó að þú sér klár, erum við bara börn hér Þú og ég og líka öll, þessi peninga upp hér Bara rétt, byrjuð að skríða Svo lifum vel og lengi á meðan það sól og blíða Þú hugsar þig mig, alla hina Höldum veislunni gangandi
Hugsaðu þig við að hugsa mig Því að við hugsum þig, við tengjumst þannig Verum öll góð við móðurskipið Því að við trúðum þessu hvert vorum við þá Getur þú sagt